Norrlenska nautakjötið. Uppskrift af góðu kvöldi. Snjóbretta og tónlistarhátíðin AK Extreme verður haldin helgina 5. til 8. apríl. Viðburðirnir eru haldnir í Hlíðarfjalli og í miðbæ Akureyrar. AK Extreme byrjaði árið 2002 sem árshátíð fámennshóps en hefur stækkað með hverju árinu og er nú vinsæl hátíð. AK Extreme er búin að vera haldin hérna í Akureyri í mörg ár og hefur verið svona árshátíð okkar snjóbrettamanna og jaðaríþróttafólks á Íslandi. Og í ár er hún auðvitað alveg risastóri eins og alltaf og stækkar hún hverju ári. Við hverju má maður búast að sjá þessa helgi? Herru, við bara hefjum hérna hátíðina á 5. deginum hér í Hlíðarfjalli og þá byrjum við á Origo brunninu. Þá förum við hérna efst upp í strítu og brunnum hérna niður og allir með að taka þátt í því. Svo á föstudeginum þá erum við í gilinu og það er svokölluð Burn Jib keppni og þar er svona valdir menn sem fá að leika sér. Og svo á laugardeginum er Eimskip gámastökkið sem allir þekkja vonandi. Og svo endum við þetta öll kvöld á mikilli skemmtun, bæði á Græna hattinum og í Sjallanum. Það sem að tónlistarsennan okkar er mjög sterk í ár og er rosa gaman. Hverjir eru það sem sækja þessa hátíð? Sko upphaflega voru þetta náttúrulega bara gert fyrir okkur félagana. Við hittust hérna alls staðar á landinu snjóbrettamenn. En svo hefur þetta bara undið upp á sig og núna er þetta orðið þannig að allir sem hafa áhuga á jaðarsporti og tónlist og bara skemmtun yfir höfuð þeir mæta. Hvað er það sem stendur upp úr? Hver er hápunktur þessarar hátíðar? Það er alltaf Eimskip gámastökkið í miðbænum á laugardeginum. Það er svolítið svona einstakt að því leyti að við smíðum pallinn og aðrennuna úr gámum sem er svona nokkurn veginn einstakt held ég í heiminum og það er rosa gaman að fylgjast með því. Er mikill áhugi á þessu? Já, það er auðvitað, þetta er náttúrulega risastórt og fólk er náttúrulega spennt yfir því þegar það sér alla þessa gáma hvað er í gangi og við höfum örugglega fengið svona upp í 4-5.000 mann sem koma að horfa. Viktor segir áhuga á snjóbrettum og jaðaríþróttum almennt hafa aukist á síðustu árum. Ég held að það sé alveg klárlega, það kemur bara í tölum frá Ólympíuleikunum núna að snjóbretti var með mesta áhorfið. Svo við erum auðvitað stoltir af því og gaman að sjá það gerast og það er alltaf áhugi fyrir jaðaríþróttum. Það er svo gaman að fylgjast með því. Það er eitthvað áhættu tengt. Hvar getur fólk nálgast annarkvort miða eða bara nánari upplýsingar um dagskrá AK Extreme? Herjú, við erum með bara frábæra heimasíðu akx.is og líka tix.is, þeir selja miðana fyrir okkur. Viktor segir það hafi verið skemmtilegt ævintýri að taka þátt í AK Extreme. Hátíðina sækja nú þekktir íþróttamenn, erlendir jafnt sem innlendir. Við, eins og ég segi, byrjum náttúrulega á þessu bara með okkar vinum og svo vildi svo til bara að þessir vinir urðu stór nöfnin af snjóbrettaheimsins og þeir taka náttúrulega með sér sína vini og þetta eru erlendir í bland við lokal. Hvað er skemmtilegast við að taka þátt í þessu? Það er bara ævintýrið að fylgjast með þessu. Þetta er svo risastórt og þetta er alltaf svo ógeðslega gaman. Maður er bara allan daginn og það er svo gaman að hitta alla félagana og bara sjá þetta gerast. Næstur og droppar. Sölvi gerir sig klár fyrir niðurrennuna. Maður heyra, gefa ekki Sölva gott klapp. Já, eins og drekka vatn. Eins og framkvæmdastjóri, beint í bakflip. Beint í bakflip. Norrlenska nautakjötið. Uppskrift af góðu kvöldi.